Komið sæl og blessuð, kæru vatnsmerki. Nú ætlum við að kíkja aðeins á ástina í lífi ykkar. Og þið, kæru vatnsmerki, eruð krabbi, sporðdreki og fiskur. Og þessi merki geta verið hvort heldur sem er í sólinni ykkar, tunglinu eða rísandanum í stjörnukortinu ykkar. Þið finnir bara út úr því hvað á við ykkur. Ef eitthvað hljómar fyrir ykkur, takið það þá til ykkar. Ef ekki, látið það bara sem vindum þjóta og hugsa ekki meira það, þá er þetta bara ekki ykkar lestur. Ég ætla að byrja á krabbanum, fyrir síðan í sporðdrekann og að lokum fiskana. Og upphafsbil krabbans er hérna, láttu vini þína hjálpa þér. Þannig að kæri krabbi, ef þið þarftu smá aðstoð í þínu ástarlífi eða leit að rómantík, og þá er verið að benda þér á að biðja aðstoð hjá góðu fólki. Vinirnir boðnir og búnir að hjálpa þér. Kannski þekkja þeir einhvern sem að þeir gætu kynnt þig fyrir, eða þeir geta bent þér á einhverja leiðir sem að þú hefur ekki prófað áður, og ef þið vil kynnistu einhverjum í gegnum þá. Vinir geta líka verið góðir til að styðja þig í ef þú hefur verið að fara út úr sambandi og þarft aðeins að einhvern stuðning varðandi það. Þannig að vonandi, kæri krabbi, áttu góða vini sem þú getur hallað þér að í þessum pælingum þínum varðandi ástina. Við skulum sjá hvað þú færð meira hérna. Það er sjálfur tilfinningakóngurinn sem kemur hér upp fyrir þig, sem að öllum líkindum táknar þig sjálfan, krabbi, hvort sem þú ert karlkyns eða ekki. Turninn, og síðan færðu hér drottningu. Þannig að kóngur og drottning sem tákna 2 einstaklinga og turninn á milli. Þessir einstaklingar eru mjög ólíkir. Annar er tilfinninganæmur, sem ég myndi giska á að væri þú. Hinn einstaklingurinn er meira í höfðinu á sér, það er að segja, tekur meira mark á skynsemi, orðum, því sem sagt er og það sem er skrifað, heldur en það að finna eitthvað með tilfinningum. Turninn á milli ykkar bendir til þess að annaðhvort hefur eitthvað gerst ykkar á milli eða á eftir að gerast sem hefur valdið einhvers konar niðurbroti. Turninn táknar hreinsun, hann táknar innri umbreytingu, eitthvað sem að þú hefur haldið hingað til, stenst ekki lengur og þú þarft að skipta sjónarhorn eða skipta skoðun. Einhver bjargföst trú sem hefur hingað til vísað í leiðina, en nú stendur þið frammi fyrir því að það var allt saman bara blekking. Eitthvað getur hafa gerst, einhver atburður, ef þið vill uppákoma eða slys eða eitthvað slíkt sem hefur svona dregið huluna frá sannleikanum eða því sem að þú þurftir að sjá
og rekast á. Og við sjáum betur á eftir þegar ég tek fleiri spil hvort þetta hefur orðið til þess að eyðileggja eitthvað samband eða hvort það hefur orðið til þess að opna augu þín fyrir sambandi, fyrir möguleikum sambandsins. Þú ert kannski svolítið eftir því, kæri krabbi, eða átt eftir að verða ef að þetta eitthvað sem á eftir að koma. Og þá ég bara að meina vegna þess hversu viðkvæmur þú ert, kæri krabbi. Hinn aðilinn hér tæklar hlutina bara miklu frekar með rökhyggju og ekki þessi tilfinninganæmi, ofurnæmi einstaklingur skulum við segja, eins og þú. Og hann líka meira fyrir að rökræða og ræða hlutina, en þú átt að meira til að fara beint í það að byrgja niður tilfinningarna þína og líðan þína. Ok, skoðum þetta betur á eftir. Þá ertu þú, kæri sportdreki. Þú fær spil sem heitir brúðkaupsferð. Honeymoon, það spurning fyrir ykkur, kæru sportdrekar sem eruð í sambandi eða nýkomnir í samband, þá liggur þetta svolítið ljóst fyrir að þetta ferð fyrir báða aðila í þessu sambandi til að njóta bara rómantíkur og góðrar samveru með ástinni. En fyrir ykkur sem að eigi þetta eftir, eru ekki komnir í neitt samband, þá held ég að þetta sé eitthvað sem hægt að hlakka til og ferðalag og góða stundir framundan. Og ég tek þessu ekki sem að það hljóti endilega að vera hjónaband þarna að baki. Þetta getur bara verið samband eða einhvers konar skuldbinding á milli tveggja einstaklinga eða bara skemmtilegt ferðalag fyrir elskendur kærustupar. Ok. Hér koma fleiri spil fyrir þig, kæri sportdreki. Hér erum við að tala í þínum huga einhvers konar ósigur. Eitthvað sem hefur gerst og ekki orðið að veruleika eins og þú vildir. Eitthvað sem ekki gengið upp. Þú hefði viljað að hlutirnir yrðu öðruvísi. Kannski hefur þið dregið þig út úr tengslum eða tengingu við aðra manneskju. Þú hefur kannski verið að vega og meta hvað færir þetta samband mér og þú hefur tekið ákvörðun að allavega að svo stöddu sé þetta ekki eitthvað fyrir þig. Það að fyrsta sem kemur með þessum spilum. En síðan eru samskipti annaðhvort nýbúin að vera eða á leiðinni. Þar sem að hlutirnir breytast hratt og þú færð ef til vill nýjar upplýsingar, þú færð óvænt samskipti þar sem að manneskjan sem umræðir, þar sem að þú átt ekki von á því að hún hafi samband eða átt ekki von á svona snöggum, kröftugum samskiptum. Það getur líka verið að það sé að fara tími í hönd hjá þér, kæri sportdreki, þar sem að þú ert að fara inn í mikinn eril, margs konar samskipti við mikið af fólki. Það svolítið svona hvirfilbylsorka í gangi. Þú ert áskaplega sterkur, kemur hér upp sem mikill styrkur og þetta getur líka verið samband sem að framundan eða það sem að tilheyrir þessum spilum sem að
beri í sér þennan mikla styrk. Það getur verið að báðir aðilar búið við miklum innri styrk og þetta er eitthvað sem á eftir að koma þér á óvart í þessum samskiptum öllum, sem að eflir þig og dregur þig út úr þessari tilfinningu að hafa beðið ósigur sem að kom hérna í byrjun. Hugrekki kemur líka upp, það er að segja annaðhvort hugrekki sem þú átt eftir að sýna eða einhver annar í þínu lífi. Hugrekki til að koma hlutum í gang. Bara mjög jákvæð og flott orka sem kemur inn með því. Þannig að þú getur látið hlakka til þess og þetta tengist öllum líkindum inn á þessa ferð sem var hérna í upphafi. Ég fæ fyrir 1 eða 2 ykkar kæru sporðdrekar ferð sem var plönuð en aldrei farin og í því felast þessi vonbrigði eða þessi ósigur. En það var alls ekki við ykkur alla. Ok, þá höldum við áfram og fiskurinn er næstur og fiskurinn það velkist enginn í vafa þegar maður sér spil fisksins, þar stendur bara sönn ást. Þetta er ástarsamband bara ævinnar. Þannig að eitthvað er hérna fallegt í gangi ef það er byrjað eða bara framundan og þá er einhvers konar sönn ást á leiðinni. Það er nú ekki slæmt. Af því við erum nú að tala ástina. Spilin þín, kæri fiskur. Hérna er einhvers konar blæja sem verður dregin frá, einhvers konar sannleikur sem opinberast. Ef að þú eða einhver annar aðili hér ert búin að vera með bundi fyrir augun, þar að segja hefur ekki viljað horfast í augu við stöðuna eins og hún hefur verið, þá á það eftir að taka breytingum. Það er sterkur aðili hérna sem er vel stæður fjárhagslega, öruggur, aðili sem er með allt á hreinu í sínu lífi, skulum við segja. Kemur hér upp sem kóngur en getur verið hvort kyni sem er. Og hann virðist vera þessi aðili sem að upphafsspilið talar sönn ást. Og fyrir þig, kæri fiskur, er þessi jarðarorka sem þessi kóngur ber með sér afskaplega góð því að þú sem vatnsmerki ert fljótandi, svolítið til fram og tilbaka og þarft þennan stöðugleika og þessa jarðtengingu í þitt líf. En þetta kemur með smá erfiðleikum eða áreynslu skulum við segja, því að það gæti verið að það sé samkeppni í gangi hérna og að þú þurfir svolítið að standa fast á þínu til þess að eignast þetta, ef að það er það sem að þú vilt. Þessa sönnu ást sem að hér ræðir. Að vísu stendur þú betur að vígi heldur en keppinautarnir og ættir að fara létt með þetta skulum við segja. En þú þarft að sýna hugrekki og snerpu og styrk til þess að þetta gangi upp. Ok, þá förum við aftur hérna í krabbann. Þessi turn
kæri krabbi sem ég var að tala áðan, sem atvik sem kemur þér úr jafnvægi á einn eða annan hátt. Skulum taka hérna eitt tímaspil sem gæti sagt til hvenær þessir atburðir gerast. Og þú fær spil sem segir innan árs. Ok, þegar ég fæ þetta spil, þá fer ég bæði ár aftur í tíman og líka fram í tíman. Þannig að ef þetta búið að gerast, þá ekki meira en ár síðan, og ef þetta á eftir að gerast, þá það 1 ár. Þá eru tímamörkin 1 ár. Ok. Þannig að þú getur búið undir það að það sé kannski að koma aðili inn í líf þitt sem á bara algjörlega eftir að kippa undan þér fótunum í jákvæðri merkingu, vil ég meina, því að við erum nú bara að tala hérna ást og tilfinningar. Kannski á það eftir að koma þér það mikið á óvart hvað aðilinn ólíkur þér og þú fallir fyrir manneskju sem að þú bjóst alls ekki við. Eða að eitthvað sem þessi aðili segir eða gerir kemur þér svona mikið á óvart. Hvað sem það við skulum ekki taka alla spennuna úr því. Við skulum bara leyfa því að vera svolítið á huldu. En það 1 ár mínus eða plús. Ef að þessi aðili gæti sagt eitthvað við þig, hvað myndi hann segja? Ok. Hér koma orðin uppbygging og eitthvað sem að endurtekur sig aftur og aftur. Það að vera ákveðin og fylgin sér, að vinna í hlutunum. Neikvæða hliðin á þessu spili svona skemmdarverk og það að yfirheyra hlutina aftur og aftur. En hamar náttúrulega fyrst og fremst verkfæri sem notað til að byggja upp. Sem að segja mér að þessi aðili tilbúinn að fara í einhvers konar vinnu sem gæti falið í sér niðurbrot til að byrja með, en síðan uppbyggingu eftir á. Ok, sportdreki góður. Hvenær koma þessi samskipti öll inn hjá þér? Hvenær þarft þú að fara að sýna styrk og hugrekki? Það bara á miðvikudaginn eða einhvern miðvikudag. Ég ætla að taka annað spil hérna með þessu. Já, miðvikudagur og vor. Ef þetta eitthvað sem hefur byrjað í vor, en þetta getur líka verið í tvennu lagi, eitthvað sem byrjar núna einhvern miðvikudaginn, sem að nær síðan hámarki sínu í vor. Það spurning. Tíminn mjög fljótur að líða, oftast nær, og eftir sem maður eldist líður hann enn fljótar. Þannig að ég myndi nú ekkert stressa mig við þessu, bara svona. Þetta getur líka verið bara að tíminn í vor sé sá tími þar sem að sambandið þitt mun blómstra. En hvað myndi hinn aðeins segja við þig ef hann gæti? Ok. Kannski þess vegna sem að vorið kemur hérna af því að það dálítið langt í það. Það aðskilnaður, einhvers konar aðskilnaður, kannski hafið þið verið aðskilin eða einhver aðskilnaður verið í gangi eða á eftir að koma. Þannig að hinn aðilinn á eftir að fá tækifæri til að sakna þín og hugsa þig, þrá þig og svona vera óviss framtíðina.
lækka aðeins hérna í tónlistinni, svo hún yfirgnæfir mikið. Ok, það getur verið gott að vera aðskilin tímabundið til að læra að sakna hins aðilans. Þannig að eitthvað slíkt hérna hjá ykkur, kæru sportdrykkar. Fiskurinn, sönn ást. Hvenær kemur þetta jarðarmerki, þessi jarðarkóngur sem hér kemur upp? Hvenær kemur hann inn í lífið þitt? Vertu þolinmóður, kæri fiskur. Sýndu þolinmæði. Næsta skipti. Ok, næsta skipti hvað? Næsta skipti sem þú ferð í eitthvað ferðalag, næsta skipti sem að þú ferð í búðina, næsta skipti sem þú talar við ákveðna manneskju, það er eitthvað sem að er næst og þú þarft að sýna þolinmæði. Kannski hefur þið misst af einhverju en farið annað tækifæri. Hvað myndi þessi aðili segja við þig ef hann gæti? Hann er ekki að sýna sannar tilfinningar sínar, setur upp grímu og þykist. Ok. Þetta spil getur líka táknað einhvers konar blekkingaleik sem að þú, kæri fiskur, þarf þá bara að vera meðvitaður að láta ekki blekkjast af einhverju. Þú ert það næmur, þú skynjar ef eitthvað er ekki eins og það á að vera. En það er einhver hérna sem er ekki að sýna alveg sitt rétta andlit eða einhver sem þorir ekki að tjá hvað í brjósti hans býr. Ok. Eitt hérna fyrir þig, krabbi. Og krabbinn fær svipað spil. Það er einhver sem að setur upp grímu eða leikrit og er ekki alveg hans sjálfur. Ok. Það getur falist í þessari niðurbrots uppbyggingar orku sem við tölum hérna áðan. Á eftir að koma þér á óvart þegar einhver loksins afhjúpar sig og sýnir sitt rétta sjálf. Eða þá að þú þurfir að sýna þitt rétta sjálf til þess að þetta muni ganga upp. Það eru svona ýmsar hliðar á því að sýna ekki sitt rétta sjálf. Það getur jafnvel verið bara að halda aftur af sér eða halda aftur af upplýsingum eða einhverjum fréttum sem að hefðu kannski átt að koma upp á yfirborðið. Og nú verður mér litið hérna á vatnsspilið þar sem að svona 3/4 partur af manneskjunni eru í kafi. Bara höfuðið og axlirnar standa upp úr. Já, það er spurning að vera djúpt sokkin í tilfinningar sínar. Ok. En leyfðu vinu þínum að hjálpa þér. Það voru aðal fyrstu skilaboðin sem komu hérna í þessu máli. Sportdrekinn, hann fær líka eitt hérna svona spil og hér stendur meðvirkni. Tapaðu ekki þínu eigin sjálfi og sjálfstæði þínu í þessu sambandi. Ok, kæri sportdreki, það er bara hrein skilaboð með það að mundu fyrst og fremst að setja sjálfa þig í forgang og týna þér ekki í annarri manneskju. Já, aðskilnaðurinn er kannski að hjálpa varðandi það, svo að þú verðir bara ekki einhver framlegging af hinum aðilanum. Hver veit?
Og þá það fiskurinn. Sálufélagi, kæri fiskur. Sanna ástin sem kom hérna. Þetta töfrandi tenging. Ást án skilyrða. Ekkert nema bara jákvætt og fallegt það að segja. Þannig að þetta sterka jarðarmerki sem kemur mun svo sannarlega vera sálufélagiðinn. Síðan ætla ég að lokum, kæru vatnsmerki, að taka hérna eitt hjarta fyrir ykkur með þessum spilum sem að ég keypti einhvers staðar erlendis. Ok. Ég tek þau aftur. Ég notaði aldrei þessi spil. Það er kominn tími til að þau sjái dagsljósið. Eitt fyrir þig, kæri krabbi. Eitt fyrir sporðdrekann og annað fyrir fiskinn. Kæri krabbi, vinátta. Ræktaðu bönd vináttunar. Það byrjar á vináttu og endar á vináttu. Leyfðu vinuðinum að hjálpa þér og ef til vill leitar einhver til þín sem vinur varðandi aðstoð. Þannig að vináttan skiptir miklu máli í þessum pælingum varðandi ástina fyrir þig, kæri krabbi. Kannski þessi hinn aðili sem að kom hér áðan, ef til vill hann nú þegar í lífiðinu og þið gætu verið vinir. Og orkan sem að kemur þér á óvart kannski sú að þú berð meiri tilfinningar til þessa aðila heldur en þú áttaði á. Annað eins hefur nú gerst. Eða að vinur þinn kemur til þín og játar þér tilfinningar. Það hljómar svolítið fyrir mér. En taktu til þín krabbi það sem að þér finnst passa í þínu lífi. Sporðdreki góður. Úps, ok, svarið nei. Kæru sporðdreki. Áðan að tala þú ættir ekki að tapa sjálfu þér. Kannski verður þetta samband sem að hér ræðir dálítið yfirþyrmandi í þínu lífi og þá þarftu bara að passa þig að segja nei og halda sjálfstæði þínu. Ef þér finnst þetta tákna eitthvað annað þá tekurðu það bara til þín. Það eitthvað hér sem að nei, kannski einhver spurning sem þú ert með í huga. Hér var allavega talað meðvirkni sem aldrei góð og það að vera í meðvirkni sambandi svolítið stórt nei. Sjáum til. Fiskurinn minn kæri, hvað segir hjarta þitt? Hjarta þitt segir já, þetta er skemmtilegt. Þú færð hérna sanna ást. Síðan kemur sálufélaginn og nú kemur fyrirbæri sem hefur verið kallað tvíburasál eða tvíburalogi, twin flame á ensku. Það er bara greinilegt að það sterk tenging hérna á milli þín og þessa sterka aðila sem kemur hér inn. Kemur hér upp sem jarðarmerki, nautstengið eða meyja. Þarf ekkert að vera. Þetta bara orkan sem að þessi aðili býr yfir. Þannig að það að fara að kvikna á einhverjum logum hérna á milli ykkar. Ástríðan að spretta upp. Ok, ég ætla heldur ekki að fara of djúpt í það. Má ekki taka hérna alla spennuna úr þessu. Þá bara þetta komið fyrir ykkur, kæru vatnsmerki.
Þetta verður bara skemmtilegt. Ég óska ykkur bara alls hins besta með þetta. Ljós og kærleikur.